Hvergi í heiminum hlutfall framhaldsskólanema sem ljúka námi á tilsettum tíma, 4 árum hérlendis, lægra en hér, einungis 44%. Og þið sama gildir þótt gefin séu 2 ár til viðbótar en við í neðsta sæti með 58%. Einn af hverjum 10 nemum í árgangi hættir námi í framhaldsskóla á ári hverju. Og þetta lítur nú að vera áhyggjuefni í okkar litla samfélagi. Sigríður Dögg Auðunsdóttir blaðamaður hefur verið að skoða þetta mál. Það mitt í hennar grein sem vitnað hér í upphafi. Hún hefur skrifað þetta í fréttatímanum, 2 hluta og það meira eftir. Já, velkomin Sigríður. Takk. Svona það sem maður kannski rekur augun í við lestur þessara greina, það svona virðist vera sem félagslegar og efnahagslegar ástæður séu ekki endilega aðal ástæður þessa mikla brottfalls. Kannski eiginlega, öfugt við hvað margir hefðu haldið. Sko, það er hluti af þessu samt og við reyndum að orða þetta mjög pent að það er reynu uppeldis aðferðinar sem skipta meira máli heldur svona félagslegur og efnahagslegur bakgrunnur. En það hefur samt sem áður sýnt sig í rannsóknum að félagslegur og efnahagslegur bakgrunnur hefur áhrif á uppeldisaðferðir. Áhrif ekki áhrif, það eru tengst þar á milli hvaða uppeldisaðferðum beitt eftir bakgrunni foreldra. Þannig að það hefur áhrif en áhrifin ekki af þeim völdum, ef þú skilur, heldur vegna aðferðunum sem eru notaðir í uppeldinu. Og ég náttúrulega foreldri og ég hugsaði bara því líkt sem lagt á okkur foreldra og við þurfum að standa okkur í svo mörgu og við þurfum að auðvita, ég meina það náttúrulega foreldra hlutverki bara þannig en ég fekk pínu svona kvíða tilfinningu yfir því að þannig þegar maður búin að leggja á sig í 15 ára alveg börni sín eins vel og maður getur og þá þetta í rauninni kemur allt niður á manni sjálfum sem foreldri, hvað maður leggur í. Þetta bara þannig, við foreldrin berum bara þessa miklu ábyrgð að skila börnunum okkar út í fullorðinsárin. Já, langt fram yfir 20. Já, og það gerum við bara með þessu leiðandi uppeldi sem hún Kristjana Stella Blöndal, sem lektor í starfs- og námsráðgjöf við Háskóla Ísland talar hvað mikilvægt að við sýnum börnunum ást og umhyggju. Ég held að það sé náttúrulega alltaf mikilvægast. En líka við veitum ákveðin aga og svona kynna þeim fyrir lýðræði með því að ræða við þau og hlusta á þau. Allt þetta sýnir sig að skili mestum árangri þegar við börnunum okkar fara í framhaldsskóla. Já. Mér fannst þetta merkilegt. Þetta sem merkilegt. En þetta er rosalega erfitt líka sem foreldri. Já, af því nú hafa kannski foreldrar líka fengið þessi skilabóð þá að gera börnin svo sjálfstæð og þau að taka sínar eigin ákvarðanir og svona vera svona svolítið bera ábyrgð á sér en í rauninni þarf að halda mjög vel utan þau. Já, allavega mjög við það sem rannsóknir hennar sína og þetta tengir svo mörg öðru vímuefnaneyslu, vanlíðan, þunglindi og öllu þessu að börn sem komið yfirleitt verst út í öllum svona rannsóknum eru börn sem eru fá bara alveg upp sjálf. Það eru börnin sem eiga erfiðast. Þannig að við þurfum að ala upp börnin okkar. Við þurfum að hjálpa þeim að velja til dæmis hvað þau ætla að gera í framhaldsskóla og hún að tala með það líka í þessu að börn sem eru sem foreldrar leggja meiri áherslu á að þau fari í framhaldsskóla heldur en þau sjálf, þau eru líklegri til þess að detta út úr skóla og þá kemur þetta inn að hlusta á barnið sitt, hvað vill barnið? Já. Og þá erum við yfirleitt að tala um bóknámsbrautir vegna þess að það eru mestu líkurnar á að ungmenni hætti í skóla ef þeim líkar betur verknám en velja síðan bóknám. Og velja það kannski fyrir foreldrana. Getur verið, já. Þannig að það þarf að hjálpa börnunum að velja, það þarf að hjálpa þeim að bera virðingu fyrir verknámi. Ég held að það vanti svolítið inn í okkar samfélag og eins og Skúli Helgason, alþingismaður sem hefur farið fyrir nefnd þessi mál sem enn ein nefndin afsakið, en það er búið að tala svo mikið að vanda í svo mörg ára. Og það gerist lítið. Nei, þetta er alveg merkilegt. Þetta er það sem þau hafa mitt verið að segja í menntaskólanum í Kópavogi. Já.
í matvælaskólanum þar, sko, það er svo oft foreldrarnir sem koma í veg fyrir að börnin hefji námi af því þau beina þeim frekar inn á bóknámsbrautina. Maður skilur þetta ekki alveg vegna þess að auðvitað get ekki allir orðið bókmenntafræðingar, eða skilur og áhugasviðin við misjöfn það er bara ekki svo mikil þörf fyrir bókmenntafræðingar. Ég segi þetta bara því ég sjálf bókmenntafræðingur sko. Og aldrei unni við það, en það nú henni saga. En hann talar að þetta sé merkilegt að á þessum tímum núna við erum búin að upplifa sögulegt hámark í atvinnuleysistölum, þó að sé ekki mikið með við löndin í kringum okkur, að þá er samt skortur á fólki í þessa verk- og tæknigreinar. Það er nú alveg ótrúlegt. Og þannig eru krakkar að hætti skóla að þeim líkar ekki bóknám, þau finna sig ekki í því og sjá samt ekki einhvern veginn svona tækifæri í verknáminu. Við þurfum að gera eitthvað í þessu. Já. Og ég held við þurfum eins og hann segir og ég bara tek undir það, við þurfum þjóðar átak í þessu máli. Akkurat. Ég held að það sé alveg rétt. Og aðeins kannski að þessu brottfalli sjálfu sumir viðmælendaðina töluðum að það þyrfti að koma framhaldsskólanum til sveitafélagana, að það myndi ýmislegt batna við það. Þetta er svolítið líkt og umræðan var grunnskólan á sínum tíma og ég held að séu allir sammála það að grunnskólanum hefur farið mjög mikið fram eftir að þeir fóru til sveitafélagana og Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Garðabæ talaði þetta í fréttatímanum í þessum greinum að nærþjónustan, hún á heima hjá sveitafélagunum og það eru náttúrulega alltaf fleiri og fleiri verkefni að fara yfir til sveitafélagana sem betur fyrir að segja vegna þess að ég held sjálfa að þau eigi heima þar en við erum að sjá sko að á Íslandi eru 30% verkefna hins opinbera á höndum sveitafélagana 70% á höndum ríkisins en á Norðurlöndunum er þetta omvend. Já. Sem sýnir svolítið líka náttúrulega við búum í ofsalega litlu landi og fámennu getur verið hluta af þessu en ég held að ég sé sammála Gunnari með það að skólamálin öll ættu að vera á forsjá sama aðila, nákvæmlega á einni hendi. En nú er ekki allir sammála þessu, menn hafa ágjör af bári stöðu sumra sveitafélag sem myndi það kannski bitna á skólastarfinu? Já, ég meina það náttúrulega myndi fylgja þessu fjármagn frá ríkinu eins og gerðum með grunnskólana, aukið hlutfall útsvars eða hvernig sem það er en eins og Gunnar segir þá er hægt að raða svona forgangsraða í öllu kerfinu frá 2 ára þegar við byrja í leikskóla og þangtil eru útskrifuð úr framhaldsskóla þá eru bara eyrnamerktir ákveðnir peningar í þennan málflokk hjá sveitafélaginu og peningarnir geta farið í þann hluta þessa skólakerfis sem er mest þörfin þá stundina. Já. Annað sem hefur komið fram í þessum greinum, Sigríður, er þetta stóra stökkur grunnskóla upp í framhaldsskóla sem veitist bara mörgum börnum mjög erfitt. Já. Þau eru þarna í venduðu umhverfi og fara síðan upp í skóla þar sem eru eldri nemendur og það er þrýstingur að byrja að drekka og það er svona ákveðið. Þetta er, meira en að segja það fyrir marga og þau þurfa að vera mjög sjálfstæð og öguð. Já, mér finnst þetta stór alvarlegt mál fyrir okkar samfélag að úlingar sem eru 16 ára gamli sem bara 15 ára er að byrja í menntaskóla þar sem það þykir bara sjálfstæður hluti að byrja að neyta vímuefna og ég bara hveta alla foreldra til að standa saman það að tala við börnin sínum að þetta sé ekki sjálfsagt og það sé þeirra réttur að segja nei og líka bera virðingu fyrir þeim sem segja nei. Ég held að við þurfum að vera miklu ákveðnari og ábyrgari gagnvart þessum málum og þetta eru börnin okkar sem eru 16 ára gömul að byrja að neyta áfengis á örugglega viðkvæmustu árum lífsins. Mér finnst þetta bara sorglegt að við skulum ekki geta gert betur. Og þetta hefur kannski valdið erfiðleikum hjá sumum. Alveg ekki spurning, þetta er hluti af þessum brottfallsvanda sem við verðum eiginlega að tækla leið og þetta sé annars eðlis en mörg börn sem byrja að neyta vímuefna áfengis á þessum tíma komast að því að þau get ekki hætt. Auðvitað er þetta lítill hluti sem betur fer en ég vildi óska að þau þyrftu ekki innan gæslappa að byrja svona snemma. Sko, Margrét Pála hjallastefnu snillingur talar þetta í þessum greinum og hún talar að við verðum að vernda börnin okkar
börnin verða að fá að vera börn, þanglega eru það ekki lengur, afsakið, og samkvæmt lögum okkar þá eru þau börn til 18 ára aldurs og eigum ekki að leyfa þeim að vera það. Hún ætli mig tengja betur saman grunnskólan og framhaldsskólan. Já, og brúa þetta bil betur. Einmitt, hún vil útskrifa börn 18 ára úr framhaldsskólum. Hjallastefnuskólinn tekur börnin 5 ára, þannig að það væri mjög auðvelt fyrir þau að skila þeim ári fyrr og ef við myndum stytta framhaldsskólinn í 3 ára eins og hefur verið talað og sumstar hefur verið gert, þá erum við komin í 18 ára og þá erum við orðin samkvæmt sjálfum okkur með þetta að skila börnunum frá okkur tilbúin í háskóla 18 ára og þá eru það fullorðin. Þá eru hún sjálfræð. Já. Þannig er þetta erlendis. Já, flestum stöðum. Sumstaðar er það 19 ára. En mér finnst bara persónlega menntaskólinn alltaf langur 4 ár. Og svo þegar við tölum verknámi svolítið. Ég sjálf aðstoða fjölskylduvin sem er að læra hárgreiðslu, að læra starffræði. Hún kemur til mín einu sinni í viku vegna þess að hún er frábær hárgreiðslukona, en ekki eins frábær í starffræði. En hún getur ekki verið hárgreiðslukona nema að hún læri hornaföll. Ég er ekki alveg að skilja hvernig hornaföll hafa með hárlitun og klippingu að gera. Já. Gæti verið eitthvað, en ég held við þurfum samt að skoða aðeins betur þessi verknám, án sem ég segja sérfræðingur í því, en bara þetta dæmi sýnir að þarna er hennar kannski veikleiki, námslegur veikleiki að koma í veg fyrir að hún getur orðið hárgreiðslukona. Já, einmitt, það þarf að skoða þetta mjög vel. En Sigríður, þú ert ekki hætt, það kemur einn hluti í viðbót í næsta fréttatíma. Já, minnstakosti. Svo getur þetta orðið sagan endalaus að þangar til að búið að laga þetta. Og þá ætlar aðeins að leita út fyrir landsteinana. Já, ég hitti Íslanding sem er búsettur í Noregi, búin að vera þar í 20 ár. Og er prófessor í sálfræði við háskólann í Þrándheimum og hann er búin að vera að skoða 2 hópa barna, annars vegar þau sem eru með lögustu námstöðuna og hins vegar þau sem eru með sterkustu. Og það er nú önnur umræða, það er þessi námslega sterku krakkar, hvað þau fá litla örfun í skólakerfinu og það er líka eitt sem við ætlum að fjalla svo kannski í 4. hluta, ég veit það ekki, en við þurfum fleiri nörda, segir hann. Við þurfum að gera meira fyrir þess að krakka sem skara fram úr og leyfa þeim að skara ennþá meira fram úr. Það er bara svo mikilvægt fyrir nýsköpun í samfélaginu að þessi krakkar fái verkefni við sitt hæfi þannig að þau geti þroska hæfileika sína til gagns fyrir samfélagi. En svo er það hinn hópurinn sem að kann hreinlega ekki að lesa. Og ég held að sé bara á fáum stöðum í heiminum, ef nokkrum, í hinnum vestræna heimi, ef við getum sagt sem svo, meira minna læsi meðal ungra drengja en á Íslandi. Og þetta hefur nú svolítið verið talað um þetta, en ekki kannski alveg í tengslum við þetta brottfall. Vegna þess að ef að börn læra ekki að lesa, þá missa þau af. Verða bara missaðu af því að geta tileinka sér námsefni sem er í boði. Þannig að þessi maður vill halda því fram að við þurfum að leggja miklu meiri áherslu fyrstu 3 árum grunnskólans á þess að grunnfærni, lestur og starffræði og tryggja það að öll börn læri að lesa á þessum árum. Og það sé ekki í raunin ekki hægt að byggja ofan á námið fyrir en að þessi hæfileiki og þessi þekking, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem maður lærir, að börn hafa tileinka sér þessa þekkingu. Og mér finnst þetta mjög athyglisvert. Já. Og svo er annað sem ég er mjög mikla skoðun á sjálf, það er heimanám. Mér finnst við mismuna börnum með því að krefjast þess að það fari fram heimanám á heimilum. Það er nefnilega alls ekki öll börn búa við þær aðstæður að þau hafi foreldra á heimili sem geti hjálpað þeim með heimanám. Og þetta tengist svolítið öðru sem ég var að skrifa í síðasta blaði líka. Það eru til dæmis börn fólks með geðsjúkdóma. Ef við tölum bara þann hóp. Og ég tók viðtal við mæðgin þar sem að mamman er með geðsjúkdóm og hún segir sjálf hún á 4 börn og hún getur ekki hjálpað þeim með heimanám. Hefur aldrei geta gert, hún segi ég get hjálpað þeim að ég get hlusta það og þau lesa. En svo er ég bara orðin blanko, kann ekki meir. Og mér finnst þetta spurning hvort við viljum hjálpa þeim börnum sem að hafa ekki
hjálp heima og hvernig á að gera það. Margir skólar í dag eru sem betur farnir að bara eru hættir með heimanám. Já, einmitt. Þessi að börn á Íslandi líka eru svo dugleg í alls konar tómstundum. Og þau geta klárað þetta í skólanum. Og geta klárað í skólanum. Þau eru öll í frístundaseli, frístunda námi eftir skóla og það ætti raunin að fara fram markvisst heimanum og ég veit að þannig í mörgum skólum. Þannig að sé hægt að hjálpa öllum börnum sem þurfa hjálp. Einmitt. Hlökkum til að lesa meira af þínum skrifum. Kæra þakkir Sigríður Dögg Auðunsdóttir, blaðamaður á Fréttatímanum.